Það ekki á hverjum degi sem ríkisstjórn Íslands fundar á Suðurnesjum en hún var mætt í dag á síðasta degi febrúarmánaðar til þess að halda fund. Ráðherrar og allt hennar fylgdarlið voru mætt hér á Hótel Keflavík. Ríkisstjórnin fundaði einnig með fulltrúum sveitafélagana á Suðurnesjum þar sem að þeir ræddu helstu mál sem eru efst á baugi í hverju bæjarfélagi fyrir sig. Eitt af þeim málum eru þetta málefni Grindavíkur en einnig fleiri mál á Suðurnesjum. Hvernig staðan svona? Hvernig þetta að meta þetta samtal með Suðurnesjumönnum hér? Það bara gríðarlega gott að koma hingað. Við höfum átt í virku samtali við þetta svæði núna á síðustu vikum og ég veit til að mynda að mennta- og barnamálaráðherra var hér á svæðinu í heimsóknum fyrir skömmu síðan. Þetta eru auðvitað gríðarlega áhugavert svæði. Það hefur verið mikil fólksfjölgun hérna, mikil gróska og ég myndi segja heilt yfir er mikil jákvæðni sem var á þessum fundi. En mikil fólksfjölgun fylgja líka ákveðin svona áskorunir og það var kannski það sem var verið að ræða hérna. Og ljóst að það kreppir við að út af því getum við sagt í innviðamálum og slíku. Já, við erum meðvituð auðvitað til að mynda stöðuna í fjölbrautaskólanum í Suðurnesjum. Ég hef sjálf heimsótt fjölbrautaskólann og veit vel hvernig staðan er þar. Fólk hefur verið áhyggjur af stöðu barna með fjölþættan vanda og þetta er eitthvað sem ríkisstjórnin hefur tekið til sín og við erum núna með virka vinnu í gangi hvernig við getum náð yfirsýn yfir þann kostnað sem að sveitarfélögin og ríki líka hefur í þessum málum. Líka er varðar öryggisvistun og vonumst til þess að geta komið með einhverjar alvöru tillögur núna á næstunni og síðan auðvitað er það vegakerfið hér eins og víða annars staðar þannig að það er bara margt sem að þarf að leysa úr hérna á svæðinu. Og kannski stærsta málið, Grindavík. Grindavík kom auðvitað upp á þessum fundi, við áttum síðan sérstakann fund með Grindavík. Það á sér stað núna ákveðin greining í forsætisráðuneytinu með stjórnsýslunni allri á stöðu mála í raun. Það hefur auðvitað margt gríðarlega vel verið gert, en það skiptir máli að við séum ekki bara í stöðugu viðbragði og endalausum framleggingum á upphafsúrræðum. Þannig að við núna í byrjun vikunar fengum til okkar þýska sérfræðinga í svona framtíðarfræðum sem er að hjálpa okkur við að greina sviðsmyndir, varðandi úrræði. Og svo auðvitað hlustum við á og vitum vel að það er ákveðin svona fjárhagsvandi sem er að snerta sveitarfélögin hérna í kring vegna til að mynda fjölskyldna og barna sem koma frá Grindavík og þetta er eitthvað sem þarf að leysa. En erum við að tala að ríkið sé að virkilega halda utan Grindavík og styðja við Grindvíkinga? Við viljum að sjálfsögðu styðja við Grindvíkinga og ég hef sagt það víðar og segi það hér að ég hef langmestar áhyggjur af fólkinu, af mannauðnum. Við þurfum auðvitað að passa upp á innviðina og þetta er gríðarlega mikilvægt svæði en fólkið er það sem blífur og við þurfum að passa upp á félagslegu úrræðin séu til staðar. Við erum að skoða húsnæðisstuðning, það þarf mögulega þrengjan á einhverjum stöðum vegna sem við vitum að það eru einhverju hópar sem eru að fá hann sem þurfi ekki á honum að halda. En svo eru aðrir aðilar sem verða að fá áframhaldandi stuðning. Það er líka verið að leggja mat á aðgerðir fyrir fyrirtæki og síðan þarf líka bara að skoða svona ramman heilt yfir fyrir bæinn. Nú er að tala lögheimila, dæmi og annað. Fjölskyldur sem að búa í öðrum sveitarfélögum til dæmis á Suðurnesjum og er að þiggja skólaþjónustu og aðra þjónustu en eru kannski ekki með lögheimili eða annar makinn. Þarna verður til vandi hjá þeim sem eru að veita þjónustuna. Já, og ég skil það vel. Þetta eru þetta úrræði sem var gripið til á sínum tíma og fullkomlega löglegt. Síðan er liðinn einhver tími. Þetta er eitt af því sem er bara verið að skoða og við þurfum að leggjast yfir það hvort að þetta úrræði sé til þess að verða til lengri tíma eða hvað við gerum. En við verðum líka í virku samtali við sveitafélögin hérna á svæðinu og Grindavíkurbæ þannig að við vinnum þetta sem mest í samráði. Grindavíkurnemndin er breyting á henni? Það verður breyting á Grindavíkurnemndinni, við erum bara í svona lokametranum við að útfæra hana en lykilatriði þar er að styrkja nefndina á svona kannski nýrri tímum eða eftir því sem að verkefni hefur liðið á. Við vitum að það hefur skort ákveðna greiningagetu í nefndina og þannig að við viljum fyrst og fremst valdefla nefndina og nota bara fjárhaginn í kringum nefndina með betri hætti. Réttilega á fundi til að mynda með sveitafélögunum áðan var talað viðbótar flugbraut og það er bæði fyrir öryggi landsmanna en líka til þess að ýta undir enn frekari þjónustu við NATO. Það er náttúrulega stórkostlegt að koma upp á völl og hitta flugsveitirnar eða kábátaleitar sveitirnar hér sem eru ótrúlega þakkláta fyrir þessa öflugu aðstöðu og miklu þjónustu sem er verið að inna af hendi meðal annars að hálfu landhelgisgæslunnar. Þannig að það er margt að vera.
En við þurfum að kortleggja, við þurfum að ákveða okkar stefnu og það sem við vitum að við þurfum að standa við okkar skuldbindingar þegar kemur að NATO, að við þurfum að standa ekki bara við okkar skuldbindingar gagnvart þeim, heldur líka gagnvart öryggi borgarana og við þurfum að efla innviði allt land þegar kemur að öryggi og vörnum okkar allra. En það sem börnin eru þér hugleikin, það náttúrulega mikið, já hér þriðjungur íbúa nánast á Suðurnesjum útlendingar og mikið af börnum í skólunum annað, hefur þetta komið inn á borðtíðin? Já, bæði til mín og náttúrulega mennta- og barnamálaráðherra og okkar allra vegna þess að við höfum í rauninni ekki staðið okkur í stykkinu hvað lítur að því að koma til móts við nýbúan okkar og aðlaga þá að því að tala tungumálið og ýmislegt annað. Við höfum bara opnað faðminn og tekið á móti allt og mörgum eða við það hvernig við vorum ekki stakk búin til þess að sinna þeim eins og þurfti. Þannig að ég að vonast til þess að við getum farið að hrinda meira í framkvæmd raunverulegum aðgerðum til að taka utan fólki okkar sem eru Íslendinga með okkur og eiga sannarlega rétt á því að fá aðlaga samfélaginu og tala íslensku. En við fjöllum nánar fund ríkisstjórnarinnar í Keflavík á Víkurfréttabefnum www.ff.is næstu daga.